Hestfirði og var þriðja kona föður míns og kom til Aðalvíkur til þess að vinna á búi föður míns 19 ára gömul og hún átti mig þegar hún var 20 ára og systkini mín 4 sem ég átti, þau eru öll eldri en ég yngstur minna systkina. Faðir minn giftist fyrstu konu sinni 1899, frænku sinni Gunnvöru Brynjólfsdóttur á Slétturhöppi og þau áttu 2 syni, Magnús árið 1900 og Brynjólf árið 1902. 1903 þá misti hann þessa konu sína og hann giftist svo aftur 1906 Sigríði Pálínu Pálmadóttur úr Reykjavík bak Látur en hann misti hana árið 1907 og síðan hann átti eina dóttir með þeirri konu sinni sem að hét Sigríði Pálína og varð svo eina af systkini mínu sem var mjög fullorðin, bara dáin fyrir nokkrum árum. En svo átti hann eina dóttir með ráðskonu sinni 1905 sem á marga afkomendur. Og síðan fæðist þú árið 1913? Já, svo fæðist ég 29. nóvember 1913 og þá móðir mín svo upptekin að taka við þessu stóra búi sem hafi verið illa haldið vegna vöntunar á stjórn innanhúss að hún varð að beita sér allri sinni orki það hún gæti ekki að hugsa einkasonir svo ég var afhentur ömmu minni, Guðrúnu Friðriksdóttur, föður ömmu minni sem var þá 68 ára gömul ekki eftir 2 eiginmenn og hjá þessari ömmu minni svaf ég frá því ég fæddist og þar til hún dó 1920 og frá þeim tíma hef ég að sjálfsögðu frá mörg að segja því að hún var mjög fróð kona og hafði gifst afa mínum 1864 og mist hann eftir 14 ár, það var 1878. Svo giftist hún 4 árum síðar ekkjumanni frá Miðvík, frá Neðri Miðvík sem kom með 5 börn með sér í nesið en frænka okkar sem hann hafði verið giftur, hún dó 37 ára gömul frá þessum 6 manna hóp. En hvernig var það, Gunnar, þegar þú elst upp þarna á Hornströndum, var það ekki gamla Ísland sem að þú sást? Já, það var það því leyti til gamla Ísland að við vorum eiginlega ekki sambandi við umheiminn. Við vorum bara Aðalvík. Við höfðum hvorki rafmagn né síma eða nokkur þægindi sem að tilheyra nútíma lífi. Svoleiðis að þetta var bara allt annar heimur. En sérlega skemmtilegur heimur og óvenjulegur. Hvernig var það þegar útvarpið kom? Voru menn ekki dálítið undrandi á þessari nýjung? Það var nú ekki meðlilegt. Faðir minn fékk fyrsta útvarpið þarna 1930 og þá komu bændurnir, kallarnir og bæjunum í kring alltaf þegar fréttir voru og sumir þeir héldu því fram að þeir getur talað við útvarpið eins og það talaði við þá og það kom iðulega fyrir að þeir fóru í diskussjón fóru að ræða það að þarna verður að segja eitthvað vitleysu, þeir vissum ekki betur, þeir skildu bara endurtaka það á réttan hátt og þetta var mjög skemmtilegt að fylgjast með því hvernig menn tókum þessum nýjungum. En þegar þú elst upp þá gangið á skinnskóm, það ekki? Jú, á skinnskóm og róðskinnskóm, þetta var alveg voðalegt á haustin því að hjá okkur var raunverulega komið krab strax í septembermánuði og það var ekkert sem okkur leið ver af heldur en það verið alltaf votur í fæturnar og vaða í krabbinu.
Svoleiðis að fyrir mér voru gúmmískónir eina merkustu hlutum sem skeðu í minni barnæsku. Ég var 8 ára gamall þegar ég eignaðist fyrstu gúmmískóna og eftir það var mér aldrei kalt á fótunum. Þetta var það mikil bylting og breyting á öllum sviðum. Síðan verður þú mjög ungur árum vitni að og upplifir það þegar Goðafoss strandar og faðir þinn og fleiri bjarga áhöfninni. Goðafoss, hann strandaði daginn eftir 30 ára afmælið mitt og það gerði mikil usla í minni heimabyggð. Að morgni þann 30. nóvember 1916 koma 6 menn gangandi að húsi okkar, en það hefði ekki sést að hefði neitt bátur komið inn á víkina, en það kom til að því að það var svo mikill stormur á austan að þeir treystu sig ekki fyrir nesið og lentu í það sem kallað voru básar, réttarbásar og fyrir utan nesið komu svo gangandi heim. Svo það sá enginn til þeirra fyrir þau bunkuð upp á. Þá var þetta fyrsti stýrimaður á Goðafoss, Ólafur Sigurðsson og 5 hásetar með honum og hann kom með þessar ótrúlega og óskiljanlegu fréttir að Goðafoss hefði strandað þá á nóttina, menn í 60 manns innanborðs, strandað alveg út við Straumnestána. Svo fólk bað bara Guð að hjálpa sér því þetta var svo hættulegur staður og ef að breyttist áttinn frá austanátt sem var þá var austan bylur þennan dag. Ef hann hefði farið í vestan þá hefði engum manni verið bjargað þannig. Svoleiðis að þegar þeir eru komnir þá eru þetta kallaði til allir vinnufærir menn í minni heimabyggð til að moka upp þá 2 vélbátar sem voru til á Látrum. Þeir voru þá á kafi í snjó þannig að það sást bara á möstrin á þeim. Það var alveg slétt yfir bátana. Svoleiðis að þeir hafa búið að moka þá upp og búið að moka rennur niður að sjó og þeir ætluðu að fara að setja á flot. Þá var komin austan stórviðri. Svo þeir töldu allir að það væri útilokað að reyna björgun í slíku veðri. Og þá var hérna komið heim til okkar í nesið og planað hvernig þeirri ef hann gengi niður nóttina. Klukkan 4 nóttina var að fara að lægja það mikið að þeir settu bátan á flot og keyrðu út á Goðafoss. Það var mjög illt í sjóin og þeir eruðu fyrst eftir að koma á Goðafoss og þeir að bíða vegna þess að straumkasti frá raustinni var svo mikið að þeir voru hræddir að bátandi myndu brotna ef þeir legðust upp að skipinu. En svo lagði 5-leytið morgunin og þá lagðist faðir minn að, hann var með stærri mótorbátinn sem heit Vonin, lagðist hann að og tók borð 10 menn. Það gat enginn verið á dekki því það var svont veðri, þeir gátt ekki tekið nema það sem þeir gátt að komið í lúkarinn og þegar hann var búinn að taka 10 manns borð þá kom Björgvin, hinn mótorbáturinn að og tók aðra 10. Þeir eru hver sig að fara 3 ferðir til þess að ná öllum til lands sem að hérna hefðu verið á skipinu og það var mikil gleði í þorpinu þegar að það hafði svo tekist að klára þetta áður en að breytti átt. Menn voru svo hræddir hann gengi í vestanátt því að ef að það hefði orðið þá hefði engum manni verið bjargað. En hvernig var það, Gunnar? Var ekki mjög snjóþungt á vetrum á Hornströndum? Hjá okkur var snjór raunverulega alltaf frá september og fram í júní. Það voru bara 3 mánuður á árinu og stundum tæpið 3 mánuðir sem var sól og sumar. En þá var líka sól og sumar. Þá var Aðalvíkin svo fallega, menn eiginlega það var alla aðri staðir jafnist á við hana. Voru ekki stríðsárin mjög hörð, til dæmis frostaveturinn mikli í 1918? Jú, hann var náttúrulega, það var alveg geist. Þá lagði Aðalvíkin alla og þá lagði Jökulfirðina
og þá lagði inn djúpið og það var þetta ganga frá Hestiri yfir í Grunnavík og svo þaðan aftur til Ísafjarðar. Það var þetta að fara gangandi á sjónum og ég man eftir því 1918 þá sátum við 2 leiksískinni út í snjóskafli að hausti til og þá sáum við einhverja þústland út á hérna víkinni og við skildum ekkert hvað þetta var því við trúðum því ekki að vera það ganga á sjónum. En þegar þetta kom nær þá sáum við að þetta var maður sem leiddi með sér 2 börn. Þetta var þá afi leiksystur minnar Ingunnar sem bjó á næsta bæ við mig og Magnúsar frænd okkar sem kallaði það Bólinn í Vesturvíkinni. Hann kom þá gangandi, við vorum svo hrædd það við myndum lenda í einhverju vök á leiðinni að þetta hefur aldrei, þessi sjón hefur undan aldrei yfirgefið mig. Við vorum bæði svo yfir okkur hrædd út af þessu. En síðan verður þitt heimili fyrir mjög miklu áfalli árið 1924. Já, það var náttúrulega alveg einstakt. 1924, desembermánuð 1924, eftir 15. desember, þá ég alltaf að reyna að bræða rúðundan í stofunni hjá mér svo ég geti séð út af víkina því það áttu bátar sem bræður minni voru á að koma heim með þá og þeir ætlaði að vera hjá okkur heima jólin. Svo ég hlakkar alveg óskaplega til í fásinninu þannig að fá bræðurnar heim og frændur mína. En báturinn því með kom aldrei. Þessi bátur síðan Leifur, þá fórust á honum úr Aðalvíkinni fyrir utan bræður mína, Magnús og Brynjólf. Þá fórust Guðmundur Þórarinsson, Guðmundur Bendisson, þetta voru frændur okkar sem hafði fæðst í Nessunni hjá okkur, og Enok Jónsson. Það voru þannig 5 að Brekkunni og svo Karl Klásin sem var vinnumaður hjá pappa. En svo Magnús Stóðsæðisson sem að bjó í Vesturvíkinni og átti konu og 7 börn og það yngsta var á öðru ári þegar þetta skeiði. Svolítið þetta var alveg óskaplegt áfall og það sem verra var að í sama veðri raunverulega fórst Njörður og með honum fórst bróðir föður míns sem var giftur systir móður minnar og þau áttu 3 ungbörn þegar þau fórust og nokkru síðan fórst Eir og með honum fórst Valdimar bróðir móður minnar sem var giftur hálfsystur minni og þau áttu 1 barn og annað var á leiðinni þegar hann fórst og svo 5. skipið sem fórst var Gissur Hvíti sem fórst 29 og með honum fórst 2 frændur minnir úr Stakkadal í Aðalvík, þeir Helgi og Stefán Guðmundssynir. Svo það var 13 manns sem fórst á þessu tímabili alltaf vélbátum frá Ísafirði. Heldur þú að þessi mikla blóðtaka sem verður þarna tiltölulega skömmum tíma hafi eftir við dráð úrslitum að byggður lagðist af í Aðalvík? Ég hef náttúrulega engum vafum það að þetta hafði mjög mikil áhrif. Þetta hafði mjög mikil áhrif á það að byggður lagðist af fyrir en ella. Því að þarna fórust svo margir ungir menn, þetta voru allt menn á besta aldri. Til bræður mínur og piltarnir þarna að Brekkunni, þetta voru allt menn 20 og 22 ára. Svo að þetta hafði þau áhrif til þess að heimili mitt var aldrei það sama. Þetta var svo ógnarlegt tímabil að ég minnist alltaf mánaðana eftir þetta því að við gátum upp í fyrstunni ekki trúa því að það kæmi til að allir þessi menn væri týndir frá okkur. Þetta var svo mikið áfall fyrir þetta litla þorp. En síðan ungur árum þá ákveður þú að hefja atvinnurekstur? Já, það er nú mun síðar vegna þess að fyrst fer ég náttúrulega í barnaskóla og síðan fermist ég
fermist ég 1928 ásamt 11 öðrum fermingarsystkinum mínum og þá förum við 4 ungir menn til framhaldsnám í unglingaskólanum á Ísafirði, en þessi félagar mínir hættu allir eftir 1 vetur, en ég var þar í 3 vetur, en 3. veturinn þá hafði verið stofnað gagnfræðaskóla á Ísafirði 1921 og þá settist ég í 3. bekk í gagnfræðaskólan og ætlun mín var að sjálfsögðu, ætlun mín var það að halda svo áfram námi og ég tók auka tíma í algebru sem ekki var kennd í gagnfræðaskólan þess að búa mig undir 4. bekka námi í menntaskólanum í Reykjavík og 2 af félögum minni héldu áfram. Gunnar Ólafsson og Ólafur Björnsson. Gunnar Ólafsson var síðan húsameistari í Reykjavíkurborgar, eða skipulagstjóri Reykjavíkurborgar, en dó ungur. Ólafur Björnsson var seinna læknir á Hellu, dó líka ungur. En þeir voru það seinir í því að þeir lentu í því að vera úti öll stríðsárin. En ég fór í atvinnurekstur þannig eftir ég var búin að taka gagnfræðapróf 1932. Þá hafði ég kynst Jóni Baldvinssyni, hann kom þarna til okkar. Hann kom þarna til okkar til Ísafjarðar og ég var fengið til að fylgja honum með bæinn og var mjög handgenginn honum því þetta var ljúflingur að manni að vera. Svoleiðis að hausti 1932 þá ég kosin á Alþýðusambandsþing og kem hingað til Reykjavíkur í fyrsta sinn 8. nóvember 1932 og 9. nóvember geng ég niður í bæinn og þá sé ég þann rosalega slag sem ég hef nokkuð tíma séð. Það var slagurinn 9. nóvember 1932 og svo var Alþýðusambandsþing sett 10. nóvember og þá kom Héðinn Valdimarsson með ein af kylfunum sem að lögreglan notaði til að berja verkamönnum, kom með hana inn á sér og sýndi okkur hana hvers konar slagur þetta hefði verið. En þetta var alveg undraverk, það voru margir sem undir blóðu hér og byggðu þess alla bætur. Þetta var svo harður slagur. Og þú situr annað Alþýðusambandsþing 1934? Já, svo ég aftur á Alþýðusambandsþingi 34 en sannleikurinn er sá að ég var svo undrandi yfir ósamlindinni hjá þessum vinstri mönnum og því miklu illindum sem voru á milli manna. Það var alveg með eindæmum hvað þetta fólk kom illa saman. Þó ég held að þetta væru bræður í Kristi eða bræður sem að væru að vinna að sömu hugsjón. Það virtist allt gleymt og grafið þegar að koma á Alþýðusambandsþing og ég verð að segja það eftir þetta 34 þá hafði ég engan áhuga fyrir að koma nálægt þeim málum. Það var oft búið að spá því að ég myndi fara í pólitík en ég sá hann ekki mörg ár eftir það. Þess í stað ferð þú einmitt í atvinnurekstur, eða ekki? Fyrst á Ísafirði og síðan í Reykjavík? Já, ég fer fyrst í atvinnurekstur á Ísafirði, fyrst byrja ég á því að 1932 áður ég fer á Alþýðusambandsþing, þá fer ég til bankastjórans, Útvegsbankans á Ísafirði og fæ hann til að lána mér peninga til þess að kaupa hús sem var út á Stönnisvita, skúr sem var þar. Og svo nokkur seinna þá lofaði mér því hann skildi hjálpa mér með að útvega með 2 báta, 10 tonna báta, til þess að geti hafið útgerð í Aðalvík. Og síðar veturinn 1933 þá leyfaði mér að panta 3. bátinn frá Noregi, Nýsmíð, sem ég fekk svo til Ísafjarðar haustið 1924 með Nóvu bát, fallegan bát með vél. En þetta var náttúrulega, þetta var mikil óheppni við mér því að ég var búin að hugsa mér það að ég gæti gert þessa báta út á sumri frá Aðalvík
en á Hesteyri á veturnar. Og ég og Hesteyrabændur þeir voru svo trúaðir á það að ég myndi klára þessar hugmyndir mínar, að þeir lánuðu mig peningana sína til að byggja fiskihús líka á Hesteyri, og þar gat ég keypt fisk af þeirra bátum sem voru 3, Blíður, Sóló og Fönix, og svo ætlaði ég að hafa mína 3 báta þarna. En útfallið var það að ég var bara komið með 1 bát sem héti Elír til Hesteyrar, ætlaði svo að fara með annan bátinn sem ég hefði keypt notaðan eftir viku, en þá kom svona óskapleg rok að vestan og þeytti honum bara upp grjótoddan og braut hann í svoleiðis að það var ekki hægt að gera við hann eins, hann var ónýtur. En Vátryggingafélagið það dæmdi það að vélin væri óskemmd og ég geti notað hann í annan bát, en sannleikurinn var sá að þetta var gömul hinvél og það var með öllu útilokað að hirða hann eins og af Strandstað. Hún var einskisvirði, svoleiðis að ég tapaði þarna 4.000 krónur sem var stór peningur á þeim tíma. Og báturinn sem ég fekk frá Noregi í fyrstu reynsluferð þá skemmdist vélinn þannig að það varð að taka vélinn úr bátnum og ég lá með hann upp á Kambi á Ísafirði allan veturinn 1934 og 1935, og svo var ég vorið neyddur til að selja hann vini mínum, Símon Olsen, sem byrjaði þá rækjuveiðar á Ísafirði, og það voru fyrstu rækjuveiðar sem voru reyndar á Íslandi. Það hafði aldrei verið veitt rækja áður, hann veitti rækju inn í Ísafjarðardjúpi á þessum bátminu sem ég fekk frá Noregi. Svoleiðis að 1935 þá var þetta ævintýri mitt alveg á enda, þá til þess að geta borgað þeim Hesteyrabændum peningana sína sem var mér nauðsynlegra heldur en allt annað, að þá seldi ég fiskihúsið sem ég hefði látið byggja á Hesteyri, seldi þeim í Grunnavík og fekk það greitt og gat borgað þeim, og húsið sem ég lét byggja á Látrum sem var nú mikið og stórt hús, það seldi ég inn í Súðavík, og útvegsbankinn tók svo af mér aftur þennan bát sem hann hefði selt með því. Hann hefði selt með þennan bát Elí sem hann var þá eftir. Svona haustið 1905 þá var ég búinn raunverulega að selja allt sem ég gat selt og borga bankanum allt sem ég gat borgað honum. Svoleiðis að ég það blankur þegar ég fer svo til Reykjavíkur. Ég verði að selja frakkamenn til að hafa fyrir fargjaldinu suður, og þegar ég kem suður til Reykjavíkur 35 haustið, þá var enga atvinnu að hafa. Þá var ekkert annað heldur en atvinnuleysi og hörmung hér í Reykjavík, og þá hitti ég vinn minn frá Súgandafirði, Jón Súa, sem kallað var Jón Guðmundsson, sem var skipstjóri. Hitti hann að þá var hann að gera út bát frá Hafnarfirði sem hét Bangsi, og ég ræði mig hjá honum þannig haustið á síldveiðar suður fyrir Reykjanes, og við höfum svo að leggja upp síldina í togari sem lá inn á Keflavíkur höfn. Þetta var voðalega mikil ótíð og margvísleg vandamál að komast fyrir nesið alltaf, svoleiðis að ég lenti í meiri háttar ógangum í þessu, en þetta gekk samt allt vel. Við fiskuðum mjög vel og hafðum gott út úr þessu, og í lok febrúar 1936 hætti ég svo þessum síldveiðum, og þá er ég svo heppinn að ég hitti vinn minn sem hafði verið fyrstimeistari á síldarverksmiðjunni á Hesteyri. Þá var hann að fara norður á Djúpuvík, og þá ræði ég mig til hans, og í aprílmánuði þegar ég kom norður á Djúpuvík til þess að setja niður vélar og gera við vélar á Djúpuvík. Svo er ég þar það sumar og 3 önnur sumar á Djúpuvík við vélarnar í verksmiðjunni, því ég hafði verið unni við það í Hesteyrarverksmiðjunni, svo ég var vanur maður. Gunnar, það má nú segja að þetta mótlæti sem verður fyrir í byrjun hafi snúist í meðbyr, því að þú stofnar eigið fyrirtæki í Reykjavík og efnast prýðilega. Já, það er rétt með það að eftir að ég kom til Reykjavíkur settist ég að 1939 og stofnaði mitt fyrirtæki Vélasöluna
þá gekk mér allt í haginn og raunverulega svo að ég var bara sjálfur undrandi yfir því að í fyrsta lagi þá seldi ég mikið af vélum í báta og mikið af rafstöðum og svo seldi ég í 30 togara sem var verið að byggja í Bretlandi sem ríkisstjórnin stóð fyrir í byggðir í Bretlandi. Ég seldi allar hjálparvélarnar í þjókskip og aðalvélarnar líka í dísiltogarana. Svoleiðis og síðan 1950 þá var ég komin á stað með það að semja skipakaup fyrir útgerðarmenn og byrja þá á því að flytja inn trébáta frá Danmörku fyrst, 7 trébáta sem ég flytti inn frá Danmörku og síðan frá Svíþjóð og svo frá Vestur-Þýskalandi. Og ég flutti inn frá þessum 3 löndum. Þá var ég búinn að gera samninga 1955 17 skip og þá var ég kallaður til Stórkaupmannafélagsins út af því að það voru konar hugmyndir það að við getum selt Austurþjóðverjum fisk eða þeir byggðu skip fyrir okkur í staðinn en ríkisstjórnin gat ekki sjálf komið að því máli því að Austur-Þýskaland var ekki viðurkennt og þeir hefðu gert samning Íslendingar í París það að hafa engin bein viðskipti við Austur-Þýskalands land svo þeir eru að velja okkur úr einkabusinessum til þess að sjá þessi viðskipti og það var nú ekkert minna en það á þessu tímabili það var í 12 ár frá 56 til 68 þá fluttu við inn 53 skip í skiptum fyrir fisk á Austur-Þýskalandi þar með 12 litla togara sem við sömdum með Stralsund stöðina skiparsmiðstöðin Stralsund 1958 og þessi togara voru keyptir af ríkisstjórninni og þau mútluta til útgerðarmanna út land. En segðu mér Gunnar, svona lokum, þessi tilfinnilegu áföll sem þín byggð verður fyrir, þessi sjóskaðar, þessi mannslát, var það þetta sem rak þig til þess að gerast mjög virkur í starfsemi Slysavarnafélagsins? Ja, það var náttúrulega sjálfsögðu hefur það verið það því að það hefur var það þannig að ég hafði alltaf dreymt það að verða þar að liði en ég gat ekkert beitt mér það fyrir en ég var komin hingað til Reykjavíkur og byrjaði á mínum atvinnurekstri en þá gerðust við hjónin meðlimir í Slysavarnafélagi Íslands og svo 1950 þá var ég kosin í Slysavarnadeildina stjórn Slysavarnadeildarinnar og 1956 ég kosin í aðalstjórn Slysavarnafélags Íslands og 1960 ég orðin forseti Slysavarnafélagsins kosin af öllum deildunum út allt land og ég var alltaf endurkosin án mótatkvæða allar götur þangað til 1982 að ég sagði að nú gæti ég bara ekki meira þá var ég búinn að vera yfir 30 ár í störfum fyrir félagið því ég var fyrst formaður byggingarnefndar Slysavarnahússins og í framkvæmdum víða land út af byggingarmálum svo það var geysi ánægjulegur tími að vinna fyrir Slysavarnafélagið en ég tók náttúrulega aldrei krónu fyrir það ég bara vann fyrir það en ég hafði náttúrulega geysilega góð aðstöð því að ég efnaði svo vel á þessu tímabili sem ég var í businessum sem ég er rundar í ennþá því að þetta fyrirtæki mitt er nú 60 ára gamalt og það hefur raunverulega öll árin gert það gott frá 39 til 60 svoleiðis að nú er sonur minn tekinn við því og við erum alltaf eiginlega á réttri leið þó að í kringum okkur hafa orðið mikil skakkaföll í því að stórfyrirtæki eins og Hamar og fleiri af þessum fyrirtækjum og stálsmiðal
og slippurinn og allt þetta gengi illa, að það gekk alltaf vel hjá okkur. Það var náttúrulega þannig að öll þessi athafnamennska mín var geysilega tímafrek og tók eiginlega bæði vinna fyrir fyrirtæki mitt og slysavandamál tók mikinn tíma og ég hef aldrei klárað það ef ég ekki átt að góða samstarfsmenn eins og Eggert Kristjánsson lögfræðing sem var hjá mér. En hann dó 52 ára gamall og það var okkur mikið áfall 1974 og svo Friðrik sonur minn sem tók við fyrirtæki núna fyrir nokkrum árum og heldur því mjög vel áfram. Hann nú búinn að vera konsúll fyrir Pólland í 10 ár og hefur mikil viðskipti bæði við Pólland og önnur Austur-Evrópulönd. Svo ég er ákaflega þakklátur þegar ég lít tilbaka yfir hvernig allt hefur gengið mér í haginn. Þannig að ég hef ekki við neina að kvarta í lífinu. Takk að kærlega fyrir Gunnar Friðriksson.